Já, verið velkomin í Hjamman á þriðjuti klukkan 12 á hádegi. Þetta svakalegt. Og ég með ekkert smá line-up, ég með að sjálfsögðu naflan. Já. Mætir alltaf. Já. Það bara þannig. Það skiptir engum máli hvaða dagur Nei. Það mækarinn hann út í enda. Já. Þekktu þennan mann, þið allótt sáuð hann. Já, ég var þekktur. Já, varst. Drykkjuskap. Aldrei verið þekktari. Ég held að þið myndi hjálpa mig meira. En ég hef ekki... Við skulum sjá. Já, við sjáum til. Kannski tekur þetta til. Og svo Keli sem að skreiði þetta inn 2 mínútur. Skreiði inn rétt fyrir bara svo alltaf. Ég mæti seint en ég deliver. Hann mætti 4 mínútur í. Það allt til það. Sælufélagar, takk fyrir að stytta landanum stundir á þriðjuti. Ég segi bara takk, segir Hlynur Orri. Spjallið að sjálfsögðu lifandi. Þvílíkt kóngar. Geitur, 100 eurur. Line-up þetta þætti dagsins. Já, segir Sævar okkar maður. Er frí í leikskólanum? Spyr Jón Skarp. Nei, það ekki frí í leikskólanum en ég klára þáttinn og mæti svo bráttur. Það nóga staffi í húsi og það bara, maður á mörgum stöðum. Bara ég farin, ég kemur þér. Ég var í bleifuskiptum bara rétt á hann kom hingað. Var það ekki? Jú. Geggjað, gott að heyra. Getum við séð þessi Hjamman? Örstutt, Hjammin, sjáu þetta. Liverpool mínus 1,5. Hver að með þetta? Sörin. Var þetta ekki Bolli? Nei, það var Bolli. Varst það þú? Það var ég held ég. Held ég? Já, þetta var ég. Er svona mikið ála á þér? Já. En nei, þetta var ég. Já, mínus 1,5. Arsenal vinnur. Tottenham Crystal Palace. Tottenham vinnur. Ég er með það. Og ég haf með Tottenham yfir 1,5 mörg. 11.31 breytast í 12. Og þessi að seljast uppstrákar. Já, hann ríkur út. Já, eins og alltaf bara. Þessi góður. Menn þurfa að vera graðir og fljóttir. Ég veit ekki Arsenal vinnur hverja? Brighton, úti. Ég var með þetta. Já. Ég heldur takja hann, jú. Já, en ákveð ætti Liverpool að vinna með 2. Ég er alveg, þú veist. Já, Úlfur var að vinna aðstofn Villa. Ég er algjörlega sammála nafnum. Ég veit alveg, en síðan er líka með þessi lið, þeir vinna loksins leik. Þá andar alveg aðeins rólegur. Þeir eru Liverpool voru bara heppnar að vinna á heima allan daginn. Arsenal voru heppnar að vinna og gera svo jafntefli við þá. Ég held að Liverpool merja á. Þeir voru að vinna aðstofn Villa líka þetta. Ég held að þetta maður byrja á því að bíða bolla afsökunar. Á hverju? Hann var munið hláturinn sem hann fekk og hraunið yfir sig fyrir að setja Van Dijk að skora allir ósamla yfir 2,5, það voru allir ósamla bara hlæjandi á hann við töluðum ekki það að Van Dijk geta alveg skorað þú veist það er alveg möguleg, það geta allir skorað hann bara skoraði þessu leik, hann bara var heppinn það er allir að tala um bollakri er hann enda meðan Stífan eftir bettbildir hann á bara að skilja afsökunarbein maður er líka, þannig að maður er að vera 60 ég hef alltaf að beðast afsökunar ég ætla ekki að beða afsökunar ég bara taka ákvörðinu það en hann setti líka Liverpool yfir 2,5 mark, það var vel gert Van Dijk bara grís en þessi þáttur en hitt var vel gert þátturinn okkar síðast að lögða þetta var brainstorm hittar að messa þetta var rosalega það gekk allt upp svo klóki dag strax í hátni það var rosalega báðisælarni mínu 20 bæðilið skora á sunnudeginum og United-bildirinn og svo klikkaði Arsenal og mér bara á Declan Rice það var allt hitt og Bolli og svo Mækarinn það gekk allt upp ég haf með eitthvað 6 pikk í Arsenal Chelsea, það gekk allt upp nema Declan Rice gott ekki á markið en það var nálægt í að skora sjálfsmark ég veit að fengið það þegar að gaf hopnið þarna rétt á hann þóttist vera meittur þegar hann tekið út af strákar, svo annar hérna, sælir má ég þakka Kela fyrir að gefa mér inspiration að fara í pólitík að fara að skrá mig í flokk í dag minnstu mál Hrafnkell er í 13. sæti á lista Framsóknar baróttu sætið í Reykjanesbæ Keflvíkingar þurfa nýja höll og Njarðvíkingar þurfa nýjan heimavöll í fótboltanum með einu pennastriki ég er svona gæið sem næði í skóplu Keflavík nýja höll í hverju? Körfunni þetta er handónýtt já, ég get alveg lofa því að Keflavík í körfunu og Njarðvík í fótboltanum eru hvort að fá nýjan völl eða nýja höll þannig að þú getur bara flutt úr þessu Reykjanesbæ Mike, þú ert ekki eins og ég þegar ég næði skópluna þá byrja að vinna þú þarf að hringja ykkur símtöl það er eitt í þessu, hann byrjar það eru bara 3-4 símtöl í Reykjanesbæ það eru bara 3-4 gæjar sem er allar peningin í Reykjanesbæ þú eru bara hringið þá þá getur ekki stoppað veistu hvað það eru? þetta er allt vini mínir það er náttúrulega Maggi og það er vinnu minn á hótelinu Steini og Gunni Örlíks og svo Gunni Örlíks og svo Gylfi Kristján Pétur vinnu minn líka þetta eru 4-5 sem eiga peningar ég kalla eftir þessu line-upi sem fyrst þessu sem er núna og bæta svo við Eðsmaður og Auta B það er rosalegt, stækka borðið
Ónýtt klukka er rétt tvisar á sólarhring það dettur stundu hjá bollanum Herðu býtu, bolli, takk fyrir falli orðið spjallinu, elsku vinnur tókaðu þetta hátíða hristing þegar Van Dijk skoraði Var hann að segja þetta sjálf? Já, það er ótrúlega félagur að horfa sko okkur hann í útvarpinu og að spjalla sko. Já, og að tala hvernig hann risti sem síðast Já, það er nú bara ekki nýtt Já, þetta verður hérna sko. Útvarp kalla með þetta vinnu Já, Það er þetta góða punktur sko. En gerfugras, þurfum við ekki líka að fara að setja gerfugras á Keflavíkurvöllin? Jú, eða Það átti, ég líka hélt bara að það höllina er allir að stila kostbrandana Ég hélt líka að það myndi við koma bara fyrir tímabilið Það var talað þannig Egil Big Baby Það þarf bara alls ekki að gera Birgisson segir kickstream er alltaf að detta út hjá okkur því ég kíkja á það bullish það getur verið tæknið eruðleika Mér langar að henda 100 eurum á Egil Big Baby Birgis Já, hendi mig 100 euro konginu góður drengur og- Ég hitt hann helgina Já, Og hann var að gera sér glaðan dag það ekki Jú, og ekki veitir af Hann gerir það nú aldrei Nei, hann gerir það nefnilega aldrei Já. Og ekki veitir af, hann nýtti landsleikja hlið vel Já. Og nú- Hvað var Bolli að senda þetta núna? Jón Skarp á líka penning vill á virðingu frá Mike Já, en það er Baby Bolli var að á- senda á mig, ég veit ekki, að senda okkur Já, einhver hluta vegna þá er sem sagt MBL, fótbolti.net hann hefur platað á mig þessari vitlið sinnum helgina minn góður. hann nú er byrjað að fá hann til að spá í leikina hann því að náðu einhver einu grísa benn þetta er svona eins og tónlistarmaður sem gefur út eitt gott lag og svo bara er endarust hringt í hann sko. Nei, svo er hann fengið til að spila okkur í hátíð og svo hrinur allt eftir hátíðinu sko. Já. Sjáu þetta, Þessi hann er að taka Kent Hustis fjórusunum Þarna er þetta. Tekur eitt lag og svo er að mættir í bara lag eftir aðra Herðu, ég, Naflin og DeAndre Kane saman að átó dagana gerast ekki betri sem Big Baby Það er rétt Já, Bolli með spá Þetta var svona aldrei vekja mig kvöld Já, ég trúi því Ég sé Bolli setja náttúrulega 1-3 á Liverpool sig og svo 3-1 á Newcastle á móti United Já. Strákar, þetta er ekki flókið við förum núna í baráttunum brauð örstutt baráttunum brauðið og sjáum það. Já, þetta er svolítið áhugavert Jú, maður rauk upp hann fóru 16,3 hann þriði efstur Það gladdi að sjá valstelpunar verða byggameistar á lögða Helviti er þetta gott bett að það sósetat Já, ég verði að viðkynna það 2.45 og unnu þeir Já, Hvernig unnu þeir útileik síðast? Já, unnu þeir í fyrra eða eitthvað Úr á Norra líka 93. mínúnda Dagger og Real Sociedad vinnu leikinn En Þetta hvernig er náttúrulega staðan? mest auðmíkjaskapur í sögu baratunum bröð er þetta naflabett sko. Hvað meinar, ég hitti sér valstelpunar á lögadaginn og óskaðum til hamingi með titilin Það kemur hann ekkert orð Förum við næsta og staðan, maður er komin í baráttuna en Bulli sleiða 161,4 Þetta er enn og aftur 3 hestakaplöp milli mín, Sörens og Búlis Þetta er fljótt að breytast, ég þarf ekki að 5 í stuðul og þá er ég komin í topparatunum sko. Já, það er bara meira en að segja Þetta er enda rosalegt. Hitta á 5 í stuðul Hver hefur trúað þessu 1. ágúst í fyrra að Tottenham fengi 2.40 heima allar móti Krista Palace sem er búið að selja allar bestu mennina Mækja verður að minna okkur flugfélag þarna Já, Hlutabréfunum. málega bara það að þú veist, ég set bara alltaf jafntefli og það er að klikka Alveg vera á þetta börn það er að klikka náttúrulega ótrúlega en síðan í hjammanum að þá bakkaði allt upp en fæ ekki neitt fyrir það mér fannst og ætti nú allan að fá grænt Ég er þarna reynda að fyrir þú það með hjá mann síðast eini sem varst réttur Líka En þar ég var síðast og- helviti tæpur Ég var munið einu það er marki ekki nóg að vera tæpur ég er líka bara mjög tæpur í þessu sko þannig að mér finnst nú að ég ætti allan að fá að fara í grænt með það hvað ég er að bakka alltaf upp þar og ætla að vera ekki saman núna Þú ert alltaf bara alltaf skotti á sjálfur í þessu baráttunum bröðið Það er spurtin að hjá mig byrja að skoða dagskránu í Championship á næsta tíðanbíl Ég er nú ekki alveg farið þangað Ég skal viðkynna það nei, Ég er skítrættur en það er bara fyrsta sæti er bara velun, eða ekki? Jó Já. Ég er að pæla í bara Já. Ég er að byrja bara að stopna fyrirtæki núna bara hjammaferðir í Championship Þú verður bara Já. verktaki Já. Ég sé allt dæmi Já. Því ég á hugmyndina Það Þú getur ekki fara að ræna Það verður nú fljótt það verður nú fljótt að vera hausinn haldið við bara í málinguna Það verður sömu tölur og Mike Þá förum við fyrsta leik dagsins og það er engin smá leikur Veitu hvað er þetta? Herðu, Já. Þetta er svolítið fyndið Þetta er allt brauðið saman Já. 99,84 Já. Það væri gaman ef að einhverju fleiri myndi hitta frekar en bara ég, Sörens setið þetta á og Búlis spjallið Af hverju erum við ekki Bíddu. bara með eitt seðla sem myndir bara pikkin hjá mér, Sörens og ykkur Æ, Jesus Þá værum við með seðil sem væri að detta bara hverju umförð Byrju, hvað mænar?
Hann vill meina að þeir þrý séu svo góðir í þessu. Nei, ég að halda þessu brauði uppi sko. Nei, þú ert að ruggla Nei, erum ekki talað stöðulega séð, við erum talað vinningslega séð. Já, hjemmanu, já, þú veist hver heldur hann að setja alltaf 1.24? Alveg bara að slefti þessu sko. Þessi stuðl á tóttina, mér ræðum að kannski betur ætti hjá mig. Já, þetta áhugavert. Þannig grassið brósið eitthvað, smá. Jæja. Hvað ég með Newcastle og Manchester United? Já. Strákar, fyrir fyrsta leik, Bournemouth Brentford. Áhugavert leikur, byrjum Var ég ekki með hann? Kili. Já, sko, ég hallast Bournemouth þarna, en eina sem ég get lofa ykkur í þessu leik, það verður mörk í honum. Já. Það alveg pottið. Sammála því. Já. Svo ég myndi alltaf freka fyrir mörk heldur en Bournemouth. Já. Var ég yfir 2,5? Já, yfir 2,5. Jafnvel yfir 1,5 mörk hjá Bournemouth. Ég oftast meira hrifinn að því ég svona aðeins harðar en flestir að fara yfir 3. Þú veist, þá annarkort bara fæ ég að borga tilbaka eða, þú veist, vinn almennilega. Já, ég reyndar hlindi því líka, en það var hérna, eins og muni eftir fræga Manchester United Arsenal bettinu mínu. Jú. Þegar ég fekk tæplega 10 í stuðl fyrir að Manchester United myndi skora á 3 mörk. Það var rosalegt. Ég skal viðurkenna það. Það var enda rosalegt. Já. Eina betti sem við dóttir og ég var með honum sko. Nei. Það var rosalegt. Íslandsvíð og það var rosalegt. Ég er búin að græða 2 helgar á þessu ári. Já. Það var svo helgi, eðlilega, og svo síðast helgi. Já. Og samt var ég mjög óöppinu síðust helgi, eins og þarna með bæði enska boltan og fleira. Vantaði 1 tónn, ég hafði með hóttn í öllum leikjónum. Í laugardagsleikjónum, þetta 1 tónn í United, nei í sunnundagsleikjónum, þetta 1 tónn í United, það var bara rauðarspeldi sem eðlaði það. En það sem það sammerki í þessu, þeir helgar sem ég endaði í plus eru 2 af hvað mörgum, Kjeli? 9? Já. Bæði skiptin það seðlið þinn, fyrst var það einstakuleikur í Manchester sem var skrítni leikur í Manchester, fyrir markið í fyrri áleikana, hvað var það aftur, Stókar? Þetta tala síðust helgi? Nei, hérna þegar vorum úti, þegar vorum settir hérna. Nei, það var ítalska boltar. Nei, já, ítalska, já, Sassuolo. Já. Þá byrjaði daginn fyrir mig og svo núna helgina þá kom þessu ótrúlegi seðill á þér hérna. Svo klóki. Og hún látt 1 skot á markið og hinn 20 og þeir unnu 0-1 sko. Nei, það var ótrúlega. Og þá bara fór alltaf að ganga upp í kjölfarið. Þannig að ég byði hérna smá hjálp núna. Strákar, hann Keli kom með góðan punkt, hann segir yfir á mörk þarna. Nafli, sammála því? Já, ég bara þegar Kelin kallar yfir á mörk, þá ég yfirleitt sammála. Bælið sem ekki keppu upp smá eins rosalega mikið lengur, jú, Evrópusæti draumórar, já. Nei, ég menna allan sambandstild, jafnvel Evrópudild. Við vorum líka bara að horfa á Brentford á laugardaginn móti Burnley. Þetta var alveg marka leikur. Brentford mögulega bara í Evrópudildarsæti. Ef að sitt Chelsea til dæmis myndi vinna bikarinn eða eitthvað svona. 7. sæti getið dottið. En ég ætla samt sko að máli að þið kannski hef ekki alveg sömu reynslun í þessum enska boltaðin, en ég skil alveg vel að þið hendi hérna, það eru fullt af mörkum í þessu og þið þurfi ekki að horfa nema 3 daga eftir í tíman þegar það kom bara 7 mörk í öllu leikjunum og þið eru að detti það núna, já, það er bara fullt af mörkum, en þið skiljið ekki álag. Margir að og nafnlillum sem aldrei verið undir álag. Við vinnum það mikið, við skiljum ekki álag. Keli á að skilja það. Getur ekki álag, þú getur fengið að mörk eða þreyttur sko. Já, ég held bara að vera miklu það verða miklu færri mörk í þessar umferð heldur en síðust. Þið eru aðeins að en ég held að bæli skori, ég held að þetta var 1-1. Þetta er, já, 1-1. Það verða ekki fleiri mörk. Stráka, munið eftir síðustu umferð. Munið eftir síðustu umferð. Það var leikur Newcastle og Everton. Já. Við rættum þetta. Ég segi, var ég ykkur á þessu leik? Þessi Everton getur bara unnið hennar leik. Ég heit ekki 2-1 Everton, hugsaði ég. Enda fóð 3-2 Everton. Það eru svona leikir hann einum milli og þessi leikur, hann bendir allt til þess að vera markaleikur. Hann gæti síðan bara allt í hennu bara last. Þetta gæti verið Bournemouth, svo gæti farið að töfla líka, gæti Brentford. Ég held að þetta verði engin svaka markaleikur. Ég er svolítið sammálaður. Ég held ekki. Hann gæti læst. Læstur þessi. Erðu ástráka, við erum svona nokkur sem sammálaða bara Östur, hvernig fer hann? Ég segi 1-1. Já. Ég ætla að setja þennan í hjamman sko. Ég ætla bara í 3-2 fyrir Bournemouth. Þú er það? 3-3. Já, ég ætla að fara í bara, þetta er 0-1 Brentford. Já. Þetta 3-3 bull sko, þetta er alltaf ekki að fara 3-3 sko. Stráka, förum í Everton Burnley. Everton, high flying Everton. Þetta verður easy. Burnley. Er það? Easy Everton. Burnley eru búnir. Já, easy Everton. Leikurinn helgina braut og alveg. Já. Þetta var svona síðasta hálfstráðir, þeir eru farið 22 stig við að vinna leikinn. Nú er þeir ennþá í 19, það er bara búið. Það er bara búið. Já, Bolli setur 1-2 Burnley. Já, ég þarf eitthvað að ræða við bollan. Greinlega í Ölsen. Já, það er náttúrulega ljóst að Everton er búið að vinna
leiki á öllu tímabilinu á heimavelli og Everton ekki með heimavöll og þeir eru með sko 10 stigum cirka meira útivellir en heimavelli. Það er hárrétt. Unnu United útivelli, unnu Aston Villa útivelli, unnu Newcastle útivelli en þeir ekkert unnu á heimavelli. Og ég ekki alveg sammála kelaði því. Mér finnst Burnley vera ég heldur kunni ekki að lesa í Burnley, ég veit ekki hvað sætið er sko. Mér finnst það bara að gefa öllu leik. Ég vil segja fólki að Burnley mun aldrei vinna en leik. Það færið á jafntefli. Burnley geta og lítið tekið lið sem betri heyr og unnið á sko. Everton bara nýbúin að vinna Newcastle ekki bara ennþá í kampaðinu eftir það. Það er bara drullu góðir almennt. Það ekki ekki komið á daginn bara Everton á að vinna leik. En mér finnst Burnley ekki vera lið sem er að horfa á töflaður í 19. seti bara búið strákar. Mér finnst það bara mæta þetta eins og haldið sig í 10. seti sko. Hvort starti Barry eða Beto? Já, báðum. Heimaðalli móti Burnley, báðum. Ég myndi starta. En hann ekki alltaf að starta öðrum klubum? Ég myndi starta Beto og fleia Barry inn og það er eitthvað kraðak. Skoruðu báður í síðasta leik. Já, ég er að segja, en einhvern veginn, mér finnst hann alltaf verið að starta bara öðrum. Já, ég held að hann starti báðum þessu. Skora Flemming Geir, frendi hjemma, spyr Hlynur. Nei. Hann skora mikið útivelli, hann skora 6 mörg útivelli. Já, hann gerir það er svolítið hans. Skora hann ekki síðasta leik? Jú. Síðan Hannibal Mabry hlýtur þeir fann nú ekki að hvíla hann í meiri viku. Jesus, Hannibal Mabry blæti eitthvað Hjörvars, það er rosalegt sko. Nei, hann getur lítið ef einhver hreinskilnir. Hann getur lítið. Já, en það er hann ekkert alltaf í liðinu þannig sko. Þú ert ekkert frábær leikmaður, þú ert ekki alltaf í liðinu hann í Burnley sem hann getur að lítið. Já, einn heitasti leikmaður bara liðsins. Já. Maður heilt þetta oft ykkur fyrir United stráka. Strákar. Everton vinnur þetta 1-0. Það er þannig. Kili. Já, ég ætla að vera sammála Mike, 1-0 Everton. 1-0 Everton. Ef að Hannibal Mabry byrja leikinn hann ekki á þessu líklega byrjunliði sem hlýtur bara að vera eitthvað mistök hjá fótból nema að sé vera kvílan eða eitthvað slíkt. Það er sennilega að vera kvílan, mikið álag framönda. Landsleikja frí og svona. Ef að Hannibal Mabry byrjar þá vinnur Burnley. Ef ekki þá vinnur Everton ekki. Það er náttúrulega ekki hægt að vera að fá smá fagum með skýna þá. Hvar varst í gærkvöldi? Nei, ég fór í sund og var bara fór í salalögina. Passaði að heita póttunum. Farðu bara í næst heitasta. Nei, ég fór í heitasta. Ég segi passaði á honum. Þú er eins og guðsum og þú er sækoti og já, hann er komin í guðsudæmi. Hann viðkennir það ekki. Ég er ekki komin í guðsudæmi. Ég skal að lóka, ég er ekki alveg þakraður. Já, ég braut Vincent komin í Kela með Frank Ómars og Jóa Berg. Nei, alls ekki. Ég held eftir þegar hvernig Keli byrjaði að hann væri búið að setla þetta milli hans og Burnley. Þeir eru flottir, þeir tveir. Yngar ágjur. Herðu, förum í Leeds Sunderland. Þetta er áhugaverður leikur. Ég ætla að segja ykkur eitt. Þetta er Newcastle Everton leikur dagsins. Þetta er Sunderland sigur. Já. Þetta er Sunderland sigur, segi ég. Áttu við með því? Newcastle Everton í síðustu umferð. Já, ég held að á 4 komið eitthvað á Everton þar. Þetta er ég er á því. Hvað segir þið það? Leeds á heimavelli. Já, ég ætla ekki að fara á móti því. Ég fara ekki á móti því. Þeir vantar Reinildo, vantar Mugiele, Robbie meittur líka í elsi og mikið meðsli á Sunderland. Þegar munar svo mikið að vanta 3-4 eins og við sáum bara í kringum AFCON. Já. Þeir voru í útileika móti Bournemouth, voru ekki útivelli. Fínir þar. Já, þetta er bara að vinna. 1-1. Ég er sammála hjá Sunderland vinnur hann að leik 4-30. Granit Xhaka er komin, þeir eru bara með betra lið. Þeir eru bara flottir móti Bournemouth og núna klára þær dæmið. Ég held allan að Leeds vinna ekki þennan leik sko. Leeds náttúrulega voru í hörkuleik síðast mútið City. Já, Leeds eru búin að vera fínir. En Sunderland er ekki City. Það er svo auðvelt að gíra sig upp í það sko. Og þetta eitthvað hvað sagður Elland Road undir ljósunum ef Elland Road undir ljósunum væri svona rosalegur þá væri ekki Leeds alltaf í fyrst og annar ég er sammálaði það er bara þannig ég er sammálaði Mike þetta er allt helgalík já ég er sammálaði þetta er 0-2 Sunderland getur maður eins og Prime Björki takki fúsa að björga Tottenham frá falli ég skil ekki alveg nei, það þyrfti betur leikmenn menn er Siggi Bond ræðið með fjárhagsráðgjöf eða Tottenham er falla já, það er aldrei að vita hvað segirðu? Siggi Bond ræðið með fjárhagsráðgjöf eða Tottenham eða falla nei, þá fara hennir í utandelt strax hvort er með meira einslu á enska Mæka hjá mig ætla að sé ekki því miður ég já, og í Champions-deildinni ekki efstu-deild Mike var svolítið ítalska á tímabili líka já, hann var svolítið yfir ítalska á tímabili nei, ég er með fullan fókus á efstu-deild sko. líka tíminn í Oxford telur ég er að segja, ég sá bjói úti líka Mike þú bjóst ekki úti Leeds Sunderland, þannig að við erum sammála þetta er Sunderland ég held að bara þetta er hérna ungu krakkarnir já, við ætlum í Leeds ég sé ekki að giska fyrir Kela ég sé að Leeds vinni þetta 2-1 já, þeir eru þar Leeds vinni 2-1
Þetta áhugavert Þetta bara hörkuleikur Já, þetta var ekkert Þetta auðvelt bara mikilvæg leikur Sunderland bara svona endalega að bjarga sér og Leeds ekkert sloppu yfir fall sko Já, Sæva segir Krista Pallas vinnur Tottenham hjá mig því miður, segir hann thank you for service hann harður Þetta leikur sem Tottenham mannlík þú fyrir mig hann á eftir En mun samt, Sunderland mun alveg þeir munu sko taka punktinn at gunpoint Sunderland Já og ég sé að þeir munu alveg spila svolítið fyrir jafnteflið Þetta verður leikur Hvað til hvers? Náðu sem 38 stöðum sem tryggja í deildinni Til að Leeds tæki 3 kili Saga, hver var með Wolves Liverpool? Jú, betbildir frá Kelanum loksins fáum við alvöru betbildir Þetta er bara þægilegt Þegar ég sá þetta, ég er hrifinn Já, málega bara að þú veist langt sinna Mohamed Salah skorar ég held að fara að koma að því Bæli skora, ég held að þetta var 2-1 Liverpool Ég hefði breytt þessu ég var með Liverpool, Mohamed Salah skorar vel leiktíma ég myndi segja mínus 1,5 á Liverpool Já, ég bara treyst ekki Liverpoolin í þannig dæmi þeir eru svo mikið að merja leikin og harkað út sko. Þeir eru 50 síðustu ekki Ég veit það, en þú veist, þeir voru mjög náttúrulega líka bara að lenda í 3-2 og þú veist, þá ætti að geta að fara í algjör bull sko, þeir eru ekki nóg solid sko Svo ég ætla bara, þú veist, ég held þetta að fara 2-1, 3-2 Salah skori En mér er enda gott kommentin að hér með búin á Tottenham að sinns day one eða byrja hann að halda með þetta kílum Ég er þetta var ekki 100 kíló Jón Skarp má eiga það, hann er nú alltaf vakant Vitið hvenær Mohamed Salah skoraði síðast í opnum leik í Premier League Í nóvember Það er mútið Aston Villa Fyrsta nóvember Ég er samt búin að vera alveg fundist það að sé að fara að detta Hann var off í janúar og mátti náttúrulega taka hægni dæmi Ef allt er eðlilegt þá er náttúrulega bara Salah á bekknum í þessu leik sko. En það er ekki allt eðlilegt í þessu og ég held að hann þor ekki að setja hann á bekkin þegar náttúrulega ungi strákurinn hann Rio hann er náttúrulega bara komin í liði fyrir hann sko Já, Ríó finnst mér bara að koma í lið fyrir Gagpó líka sko. Já, Gagpó samt allt í lagi síðasta leik Já, þú veist, hann getur að lítið en að skora Tiesa mætti alveg fá eitt leik líka Þú veist, Salah er náttúrulega bara búin að vera ömurlegur En ég er alveg sammála Kela Mér finnst það gott Þetta kemur markið in the end Þetta spjallið sko, það er á flegi Er bónus hvenna segið þetta frá glaflanum svo ég geti nú látið hann vera Já, Ágúst bara veit það nú alveg að ég verið að lenda síðustu skipti í bónus hvenna og ég skal smíða eitt fyrir áhörundur eftir Tekur Kella herr gömlu góðu 2 mánuðin Háka fær trösti segir Haraldur Ég er að vona að það geti 2 mánuði Það var ekkert á honum markinu hann á móti hann gæti ekkert gert í þessu Nei, hann var bara fýtt sko bara flottur leikur í honum og ég bara Kella verið konið markið í kvöld Já, tímiður fyrir okkur Hákonsmenn Hann fær samt á sig 3 mörk sko Þetta er þetta gott veit naflin með hvaða lið Alan Shearer vann premjörtitilinn Hvað sér þið? Já, þetta veit það Alan Shearer? Já Við talum Blackburn Þetta er naflin sko Já, ég veit það, þetta var alltaf gott Mínus 100 eurur Við drögum Bólis Við drögum 100 eurur af Þetta er ekki Albert Inga Þetta er naflin sko Það er rétt Herðu stáka, þannig að þið eru ég er á því að Liverpool vinda ég ætla að segja 1-3, jafnvel 0-3 Kili Ég held mér fast við 1-2 Ég verð að segja að Liverpool vinna þetta með 2 það sé svolít og þeir vinna 0-3 Skora þó ekki Salah 0-1 Já, á víti 0-1 Já, það er svona Þeir eru svolítið vittlega Ég er sammála Varst ekki þú ekki segja þetta? Nei, þú varst segja þetta Hvað? Með Wolves Þeir eru að fara Vinna síðasta leik Já, við báðum bara Þetta verður bara drull erfiður leikur Ég held að þetta fari 0-1 Þetta verður ekkit svo erfiður leikur Ég ætla að taka undir mig Kela Liverpool er ekkit sannfærandi Þeir voru mjög heppnir að vinna Forest og jú, þeir skora 5 mörk á móti en bara svo Slottarinn sagði eftir leik þetta var bara allt og stór sigur fara að skora einhverju förstu leikadröðum bolla-effekt kallaði hann þetta Slottarinn og svo bara fá samt á sig 2 mörk eins og Keli segir gátalega minka í 3-2 þú veist, þannig að það er líkt af þessu já, en málið í svona leikjum að fá lokaðir miklu betur því að þeir vita alveg, Úlandi komast í 1-0 þá vinnaði trúleiki leikinn sko. Þannig að fann það eitthvað svona þessi gæðir þeir koma átt að staðins meira fókuseraðar í þessa leiki og ég held að þetta farið þessna 1-0 fyrir Liverpool Strákar, hvað ætla hjá mig að fá sér marga Pringles-dósir við þessum umferð? Það getur nú dottið 2-3 ár Það er einn góð spurning hérna hvað er hjá mig ennþá jafnir sig og segir í Boston Celtics gegn Philadelphia 76ers Það er ekki þetta, sé ég er að semja hérna sjálf Jú, maður er ennþá jafn að setja það Já, það var ákveðið Money in the Bank fyrir Mike tók fyrst NBA-seðli minn í svona 4-5 mánuði hafði mitt Boston á honum
Svo vaknaði ég bara í gærmorgun. Já, það var nú alveg gefið að Hjörvar Money Money in the count Já. Money in the count En, Ég og Hjörvar erum á 76 vagninum já Ég var ánægður þegar hann kom yfir Ég var ekki viss hvort ég myndi ná honum Ég var mjög ánægður. En hann gæti verið að fara með hvernig liðið spilaði á móti Boston Hörðu, Hvað með NBA samt? Hvað með? Ég var að horfa þarna á Minnesota. Ég var með það á selnu. Minnesota myndi vinna Denver. Það spilaði engin vörð. Menn bara löppuð saman. ekki. Það var öllum drull. Þú veist, þeir bara, þú veist, þetta er orðið Af hverju spilum við ekki bara 40 leiki? Er þetta ekki bara- Við þetta er okkur allt of spila mikið. tveir. allt og mikið allt og mikið. En samt er eitthvað heillandi við að Ég vera með kíkti á mína menn í Lakers. Já, mér Þetta er finnst búið núna, held ég 31. mars. Jú, jú. Held ég að séu síðasti Já, já. leikirnir í Eitthvað áleika. deildinni. Já, sem kemur play-in Já, eða eitthvað, annan epilega eitthvað. Og Lakers, mínu menn, í mars áttu við 15 leiki. Hafþór Ólafsson spyrir strákar 15 leiki. Hafið þið farið á MLS-leik? Já. Nei. Nei, ekki MLS Hafþór Ekki Oddsson. MLS. Það Hafþór gerir Oddsson. mig bilaðan Hafþór að Oddsson, já. það er eina dæmið sem ég á eftir að loka Boston hringnum mínum með því að fara á New England Revolution Ég hef verið og til það er að gera mig bilaðan því ég er búinn að fara á Red Sox, Noxunum, Bruins, Celtics, Patriots Mér vantar að loka hringnum á Hvað, Ég vilja lokar fara á hann leikin í gær Hinn sjóðandi heita derbyslag Já. Orlando, Ó, Inter Miami já. En Mike, Milwaukee Bucks var með 81 stig á móti Boston Celtics í nótt með Giannis í sínu liði á meðan það vantaði bæði Tatum og Brown Það er kvöldum við varnarleik Strákar, gaman Já, þeir spila kannski vörð. Já. Ég horfði á hennar leik. Hann Já, er já, enginn já. að spila vörð. Hann Strákar, er byggarinn í NBA Hann er búinn, hann var í Hann þessu er búinn Aston Villa Fínar í bíkarinn. Strákar, Ég er bikarinn. Strákar, hlustuðu nú er Aston Villa Chelsea Hver var með bettbildur á þennan? Ég? Já, sjáu þennan Já Það er Chelsea sigur Já Yfir 1,5 mörg Chelsea Undir fyrrihálugur Aston Villa skor ekki í fyrriháleik Svo ætli ég að halda mig við spjöld Og spjöldin yfir 3,5 Já Fær samt bara 5,25 þann Nú, það er ekki Nei, Það er lélegasti bettari sem ég veit. Það dettur alltaf eitthvað, ég veit það. Þetta er ótrúlega. Af hverju Ótrúlega hvernig það næri alltaf lágur stuðlum á sem flest pikkin, sko. Af hverju er maður að sitja undir þessu viku eftir Hvernig viku færðir Svo þú? bara detta betti Alltaf sko En þegar sko, mér finnst þú rosalega gott hugmyndaflug í bettanum en hvort þessu góð, ég veit það oft ekki sko. Nei, það Þetta sem er ég alltaf skrítin bett sem þú ert að taka sko. Og mér finnst Aston Villa skorar ekki fyrirháleik mjög klókt eins og hjá mig myndi segja Síðan spjöldin maður fekk nú sömu ræðu núna um helgina Rétt. Það var í fyrstskipti sem ég sett á spjöldin Rétt. Fekk skít fyrir Já Já, en Var það United? Það var United, það datt Já. og síðan þannig að ég ætla að halda mér áfram við spjöldin 3,5 spjöld, kvöldleikur agalust Chelsea-lið Það er þetta alveg pæling já. 5,2 Aston Villa getur verið blóðeitir og 5,25 já, ég veit ekki hversu ríkir þið eru en mér finnst þetta bara, þetta er ágstur sem ég tek allavega Rosalega umræðan og það er faglega eftir að Kili kom inn fyrir bolla Þetta er svolítið vont að missa úr Já, Þá færðu það skotin á verður þig. boxbúin Já, verður boxbúin Kili, sér þú þetta svona? Þróast svona? Hann sér það bara nákvæmlega svona, var að segja mér að fyrir það. Ég bara trúi ekki á þessi bett eitthvað undir 0,5 í fyrri á þetta lið og Það er líka það heima á getur þetta, bara sko. allt gerst Það er bara eins og, það er ástæður, það heitir gambling Það er þetta að Ég segja veit það ekki, er ég veit einasta ekki, ég er að bekkili tala um, nei, það er Jú. auðvitað að segja sem einast bett, en þú veist, það þarf ekki nefnum bara einn að missa boltan, þú veist, þá er mark, þú veist, mínus 1,5 væri miklu öryggara, overall-leikin, skilur, þá er þetta að fá kannski gæðin í öðru liðinu og mörsus hinnu, minnst þetta er svo mikið svona, Það er eins og skólaði til. þetta er svo mikið lottó. Það er eins og skólaði til. Já, ég er bara ekki sammála Nei, þannig þarf ekki að vera það. Þetta er bara eins og stjórnbólun, Kili er að æfa sig fyrir það Já, já, Það þarf að já. taka sá Segja allt en ekki um mikið. Já, Þannig að hvernig fer þessi leikur, Kili? Þessi Já, nú leikur er fer 2-2. 2-2 Já. Já, það reyndar er Og hvenar koma þessi villamörk Bæði fyrirháleik Það kemur eitt í fyrir og eitt í seinni, því miður fyrir þig. Það verða nú á spjöldum og... Smá útudur fyrir einn leik. Hvernig fór þetta Real Benfica þarna síðast? Þá var ég náttúrulega búinn að klára mitt þarna í Hammanum, hann var í meistaradeild og hann var með að kemja ekki marki öðru hvorum hálfleiknum. Gekk það? Nei. Nei, eins og ég sagði ykkur. Real skoraði báðum hálfleik Já, En ég var sagði mjög nálægt Herru, það var enni tjamminstrákar sem að mitt allt á okkur fárulegan stuðul, sko. Mínus 1,5, Atletico Madrid, fyrsti leikur, allt klárt, 2,1 í stuðul. Nei, maður fekk ekki krónu fyrir það. Því að ég sagði það að myndi koma Það var marki óvænt bóða þessi saga enda einhvern veginn á Man er líðustundur á naflanum eins og að velja alla ræðirnar í Bugsy einhvern veginn og svo setur hann 3 efst, skilur við? Tryggs í mitt svona er þetta. Ég Ég er bónus frístarmaður Það er rosaður tjatti heldur bara áfram Chelsea leikmenn elska að spila útivelli bæði súr stemming á brunni
Það er þetta alveg góð punktur. Já. Það En ég hendar skal segja ykkur narratífinu mínu mjög vel. Ég skal segja hvernig þessi leikur er fyrr. Hann fyrir 2-0 fyrir Aston Villa. Þú hefði þannig. Ég er samt sammála þessu jafnteflistemmi. Ég held sér rétt. Aston Villa vinnur hennar leik. Já. Lélegir undanfarið, lélegir í síðasta leik. Þeir koma mjög grimmir og aggressífir í þennan leik. Áður en förum í Game over er tapis og leik og Liverpool og Manchester Já, United þeir bara tapa honum. Aston Villa vinnur. áður en förum í áður en förum í hérna þetta er gott hérna hvor er lélir í markinu Keli hvort er lélir Víkaró í markinu eða Keli í handbolta Ég held sér í handbolta Er þetta í kvöld, Aston Villa? Nei, Já, miða við þessa ótrúlegu framistuðu Víkari og mútið Manchester United þá verður það að segja Kela. Ég er mjög hugaður í handbolta Já. Sáu það? Ég er mjög hugaður Já, Ég þú læt ert mig það. vaða innur hotninu Er þið hérna Tottenham menn að tala að þú veist, eru þið ósk eftir þessari framistuðu ykkur einasta leik eða einhvern Nú veginn þarf ég að fara að líma fyrir vinnina Þetta var rosalegt Herðu, strákar, sjáu þið þann klóka í dag hann er vel klókur Þannig er ég með Bristol City vinni lánlausa portvilmenn Ég veit að Bristol City er svo sem ekkert high-flying núna Er þetta í kvöld? Já, þeir bara einfallega vinna og þeir bara klára portvil Er deildan milli eða? Já, Ok. er ekki meira að sjá og síðan er hérna Sunderland jafntefli Í fyrri hálfleik. Fyrri áleik, já Já, semst fyrir áleiku 2 merki að Sunderland verði annarkvort yfir eða jafntefli fyrir áleik Vistu hvað það ekki nokkuð gott? Jú, þetta er bara solid sko En svo komi mark í fyrri hálfleik hjá hérna Ipswich og Hull. Ipswich og Ég Wolves bara veit ekkert þennan leik sko Ipswich, já, þetta er bara þetta þriðja á móti fjórðarsæti. Það er alveg lið Bæði eru svolítið gjörna Ég segi nú bara þykir þetta nú merkilegur stöðull fyrir menn hérna við borðið Þetta er Já, klokki þetta er 3,5 3,5. 50% Þú veist, þá setur bara, ég segi alltaf bara, setur meira Já Þá setur ég bara meira 500 €. Kili Það er nóg til þetta maður Já, Kili. hálftíma Þetta er bara Maður er röngum Er þetta allt í kvöld? Ábyrg spila Þetta er allt í kvöld. Kili Já. Bara þægilegt Var gast ekki bættu einu með viðbútt? Sko, Hérna, hér þegar vorum að byrja Smákar ekki? Þetta var alltaf ykkur 10 í stöð sá klóki Nei, þegar vorum að nei, byrja nei. hérna Það fyrst komin í 3,5 sko. Já, Nú já, að já. vera með belti, axlabönd og alla bakkan. Já, já. Sá passífi Já, sá Það er passífi aðeins. ætti sem Já, vera sá passífi. Já. já Sá passífi Já, svo klokki búin Já, það voru 4 síðast. Þú tók séðan svona því, það datt. Það var ótrúlega. 3-5, bara fínt Nei, ég segi 4 leikir. Já, 4 leikir Já, ég væri til í 1 leik í viðbót. Svo klóki er samt ekki tannig að þú bara hann þarf að vera alveg Það er að vera hann er eftir klókur. bókinni sko. Haffi Oddsum og góðan Já Hjá mikið þú opnar sportbassi síni einingis championship og getur kallan championship Herðu, það er 100 € á Hafþór Þetta er frábært, við förum í þetta mál Fæ Kela til að mála náttúrulega upp á nýtt og gera flottan Herðu, þá förum við í næsta leik, strákar og það er Brighton Arsenal og hvað sjáu þið þarna? Brighton Arsenal er ekkert uppsett erum við ekkert að fara að fá Ég vona það. Brighton búin að vera svolítið skrýtnir Það eru bara góður undanfarið. Já, það eru búin að vera svo skrýtnir Tveir í röð en þarna og eins og ég maður held segir, já. Ég held að mæti svona þokkilega pressuleysir í hann leik og gæti gert bara sannlega skráðið sko. Það er ekki Ég er besti það. tími til að mæta Brighton Nei, endilega. þú veist, þeir eru ekki sama baslu en daginn voru bara að tapa leik eftir leik ekki rétt fyrir núna, búin að vinna 2 röðar aðeins léttar yfir þessu Þeir eru náttúrulega svona Velbekkin kominn og hvað gerði hann um helgina? Já, já, Jú, sett hann. skoraði. Svo já, Okkar maður En þetta ég var að kíkja á prógram Arsenal, auðvitað verða allir leikir erfiði núna. Og ég hitti einn mann í morgun sem að kom með helviti góðan punkt. Að það er ástæðan fyrir því að Arsenal spila svona leiðilegan fótbolta. Að hann á fjölskyldumælinn sem er stuðningsmaður Arsenal og hann er alla vikuna að stressa þessu að því hvort Arsenal tapir nokkuð leiknum um helgina og þegar sko DNA inn í stuðnismannahópi Arsenal er bara þannig að þeir eru svo hrættir við að tapa Skíthræddir. og þetta fer inn í leikmenn ég sjáðu bara Arsenal í meistaradeildinni, það er allt annað þeir eru svo hrættir við að tapa í deildinni að þeir bara, að leikmennir eru bara svo stuðnismennir, skiljið hvað ég meina Þú mást yfir og þá bara fara þar og já, bara þetta er góðu punkt en með við svona auðvitað er mjög stíft leikjaprógram framöndan og þeir reyndar voru heppnir bæði Champions League og enska bikarnir með drátt en þetta eru samt leikir og þú veist, þeir lappa ekkert yfir Leverkusen skilur þeir þurfa að hafa fyrir leikjónum og þannig að allir leikir verða erfiðari en ef þú tekur prógramið hjá Arsenal þá er þetta sem leitna 2-3 erfiðustu leikjónum sem eru eftir á móti Brighton útivelli ef þeir klára hann
Eru þeir ekki þetta heldur líklegir þú? Þeir eru bara langlíklegastir. Klálega Þeir eru ekkert Þeir eiga alltaf eftir að leika mútið sitt og Já. sitt fram að því eiga fyrir eitthvað þægild prógram svo þeir eru ekki langlíklegast Nei. Þeir eru líklegastir Þeir eru líklegastir að þeir eru efstir Þeir eru ekki langlíklegastir Þetta er áhugavert Brighton Arsenal Keli við fáum frá þér Hvernig hefur þessi leikur? Hvernig fer hann? Þessi leikur, ég ætla að segja nú að það tækir þetta endan 2-1 Ég takk þetta Já, Þú heldur ekki eitt skráu skráið það er svona standi í Já, ok Ég ætla líka að passa mig á að fara on á Arsenal á þennan stöðul áður en hann hækkar eða lækkar Nú, okkur þetta Góð stuð. Áður hann hækkar eða lækkar, eða skilur áður hann breytist Okkur er áður hann að hækkar, viltu ekki býða Ekki betra að vera býða þá Þið eru svo einskap, það eru kveiki á brandaranum Stöðlurinn 1,69 Það er verið að Ég er menn þunnir það, ég veit að menn hægir Þú ert svo ungur og full því að hormónastafn það er einhvern veginn alltaf línast í okkur Ok, og þú ferð á hvað, 1.69? Nei, þú nærði ekki 1.69 Nei, ekki hæð Já, ég veit það Ég er bara að spá, hann er standan 69 en hann er ekki 1.69 Höldum áfram í næsta leik Halda þær og honum Mækari, sammála þessu Ég ætla bara því miður að vera sammála ef hann kela mig, það er leðilegt en ég held að Arsenal vinna en leik en mikið er því ég glaður ef þið myndi ekki gera það Já, það voru sammála mér líka Já, ég held að Arsenal vinna þetta og ég er sammála með þetta 1-2, 1-3 Þeir eru 69 kallar Að Arsenal er að fá sér mörk í öllum leikjum það geti því Úlfarnir, Brentford Þreita kikkin með þess að Tottenham og svo var síðast hvað Chelsea, já þeir að fá mörk í öllum þessu leikjum Í sammálaður, strákaði fyrir mér næsta leik og það er Fulham West Ham Það er lúmskur leikur Fulham vinnar hann alltaf heimaðalli Þeir eru bara heldur góðar heima og þeir kynntust helgina Já, þeir voru fínir í fyrir áleik Mér finnst bara einhvern veginn að við púlararnir förmanda þetta er alltaf mjög erfið leikir Þetta er erfitt Ég ætla ekki að segja eitthvað heimaðalli á Craven Cottage í miðri viku skilur það er ekkert það mikið stemming ekki nota allstar, nei, þeir eru bara góðir Pælið samt í einu ef Vestam er að vinna þennan leik sem er alveg gætar og dotti Vestam megin svona leikur þá er þetta orðið bullandi helvítis vesen fyrir Tottenham við vinnum ekki Krista Pallas á 5 Forrest Tottenham og verður þetta bara þryggjulega kefni og þá eru við Tottenham Forrest þessi en bara það er ekkert langt í það Já, nóg að leikjum eftir og Leeds er þetta líka orðið tvöli fyrir neðan ykkur Nú er ég byrjað að peppa okkur aðeins Já, ég byrjað að finna fyrir skjálta maður er smá stressaður Já, mér heitolsar alltaf leikið á Vestam núna Já, ég vil ekki sjá Tottenham að fara niður Nú er ég bara að vera að pirraður Tottenham er alltaf skemmtileg til að fara niður og flottar völlur hundlegilegir í dag, sko En Tottenham er Tottenham, en þessi ráðning Ef við förum yfir það eftir Hvað viljið niður? Já, ég er Tottenham Fulham West Ham West Ham eru búin að koma vel upp Þeir skori öllu leikjum Þetta er bóttímt og skori leikur Og ég er bara alls ekki þessum að Fulham vinna En ég myndi ekki ég sagði eins og Kela á hann Ég myndi láta þetta eiga sig Í eitthvað 1x2 Er þessi morgundagur ekki mesti bóttímt og skor dagur bara Er þessi morgundagur ekki bara eitt besti dagur í enska boltanum leik? Já, það er rosalur Þetta er svaka dagur Nottingham Forest að skora mútið sitt Hvað er svona rosalega merkilegt við þetta Newcastle Manchester United með eitthvað merkilega en aðra Stórlega spil Brighton, Aston Villa, Chelsea Þeir gerir þetta eiginlega alltaf Newcastle United Ég segi það, þeir gerir þetta eiginlega alltaf ennskúrúrslitin þegar leikir í miðri viku Það er alltaf öll stóru liðin á miðvikudaginn Þeir mætti alveg dreifið sæðins betur sko Fyrir mig þetta Fulham, West Ham Ég ætla að spá 1-1 jafntefli 1-1, briljant Ég held að það verið með þennan jafntefli á barðunum bröð Nei, ég var ekki með United Newcastle 3-1 Fulham 3-1 Fulham Ég er sammála, ég held að bæðili skori Ég er ekkert sem að Fulham vinna þennan leik Ég ætla bara að passa 1-1 Já, 1-1, ég er sammála Ég er hættur með West Ham vinni þetta Já Ég vona það Ég vil hafa spennu alls þar Ég elska spennu í lífið Maður geta alveg skellt á Sunderland og West Ham þessa helgina og fengið 12-15 í stuðulega eitthvað Nei, meira Þetta er áhugavert City, Nottingham Forest Þetta er bara gamli góði walk in the park Þetta er 3-0 2-3 mörkum Er það ekki? Forest hafa ekki skorað á Etihad sem er komið bjöðstilt Það er svolítið Það er rosalt City voru lélegir helgina og Marmúsin, minn maður hann var slagur sko Holland ekki með Holland er ekki með og sennilega ekki á morgun en sko ef City vinnur Real í meistaradeildinni sem við sýnst alla líka vera á eða stillum sinni besta liði í Real eru arfarslækir þess að dagana
og bara með lélegt lið, marga meita að þá prógramið og City þannig að það Newcastle einu sinni, það Arsenal 2 svar, það Real 2 svar, Bayern München 2 svar og hvort það sé Tottenham eða eitthvað, það næstu 8 leikir þetta alltaf bara svaðalegt sko. En þessi gæri í þessu fyrir þetta og þeir þetta West Ham líka útivelli inn í þessu, þetta næstu 10 leikir hjá þeim svakalegt prógram en þetta auðveldasti leikurinn á pappirnum á öllum þessum og þeir meira náttúrulega ekki mistiða sig þarna þeir verða að vinna Mér var samt fallið hvernig þú tróst Tottenham inn líka sko. Þeir ekki? Þetta var bara leikir ég manni hvort það var Tottenham en allan að West Ham Bayern og Real og svo okkur kom Tottenham það var West Ham fyrir ekki, ég held að það sé ekki Tottenham Ef Arsenal klára deildina og Parko siglir þeim stóra heim fyrir Grindavík fer ártali 2026 á brjóska það rosalegt í Grindvíkingurinn snjalli Hver? 8 Big Eitt Baby Birgis, hann með ártal hann á brjóska Já, Big Baby, ég hef alveg sagt að Grindavík ekki að vera að vinna körfuna en Arsenal getur unnið Þú segir 3-0 City Kili Ég segi 3-0 Ég sagði þú stalst í, ég segi bara líka 3-0 City Nei, þetta verður ekki svona Það verður að herra Nei Vinna? Já, þeir merri þetta 2-1 Er það? Já Þetta verður erfiður leikur fyrir það Já Ég þekki mína menni, ég búin að horfa á það marga leiki í þessu sko Já Þetta verður áhugavert Mér City bara alhæfing ógeðslega góður út af hana Mækarinn með hérna Þeir voru bara ljónheppir og dómari rettaði með móti Leeds Já, sérstaklega fyrir áleik Strákar, nú fyrir matatíman að klárast hjá mörgum og við erum komin Herðu, nei, hann sold out Hann sold out No longer on the menu No longer on the menu Hann líka, þetta value Það einu sinni, þá missum við af þessu Já, food and fun helgina, núna bet and fun Já, bet and fun helgina Nei, í vikunni, það bet and fun í miðri viku og food and fun síðustu helgi Herðu, þá fyrir við í næsta leik og já, það Newcastle Manchester United hann ekki fara að fá sitt fyrsta taplarni í andlitið? Jú, við meðstil í hónum ég meina þeir þurfa líklega að stilla upp Massará í Diogo Dalot í bakvörunum og Aiden Heaven og aðna hvernig eru með aftur líka? Jóróin Þetta út á móti Newcastle helviti slöpp börn sko Nei, þeir eru stilt upp meira bull líka ennum tíðina það er bara svo mjög mörg reynsluna í Luxi og Harry Maguire í þessum leik Harry Maguire ekki með þessu leika? Nei Butcherinn er líka náttúrulega tæpur Fekkur náttúrulega þetta spark í hausinn og það er svona verið að ræða hvort Butcherinn verið klára á morgun eða ekki sko en menn halda frekar ekki sko Hér er bara að tala um miðjan mass Delikt er náttúrulega ekki heldur Delikt Já, og Dorgu og þetta eru þetta mikil meðsla vandræði hjá Manchester United og það verður áhugavert að sjá Þetta er ekki mikil Það var smótt Nafli, þú varst með strákar Nafli með bettbildir á þennan Nei, var það Mækarinn Sjáu þið þetta, það er bara fáránlegt Já, má sjá þetta aftur Sjá þetta Veit það Stríðið Áhver er hann meittur? Hann er heldur ekki meittur en þessi Veikur, ekki veikur Er hann ekki veikur? Þetta fyllir ég með gilsarinn Já, örglega Hann hefur kísillinu hefur farið eitthvað illi henni blá lónu Þeir eru ekki að henda 100 eurum á sævarinn eða? Þetta var bara sköllega Benedikt Gröndal kemur þyrfti Igor Tudor og breyta nafninu sinni Igor Titstor svo Hjálmar myndi hafa gaman að þessu kungi ég held ég verði að gefa Benna Gröndal leikarann snjalla 100 eurur En þú varst fljótur að fara sá ég viðtali við í messunni og þú ert snöggur að snúa baki við Tudorinn eins og klappstýran sem þú erst og varst nú aðdáandi Tudorinn til að byrja með þú verður að tala hann upp í þessu þætti því að kveiki maður á messunni og það ertu alveg trilltur og hansi hlipl og eitt og þetta Það er alltaf að vera áhörundur Leitímann vill bara reka hann strax Hver? Leitímann, Jan Leitímann Það er blaðamaður í Englandi Já Hann bara eitt leikur upp og það sá rekja Þetta er alvarlegt En ég er samt, ég verði alveg sammála mér Við áttum að taka inn einhvern stemmingskall Já Áttum að koma bara gleðin aftur inn Einhvern taktík og bla 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 eitthvað, það er bara, snýst ekkert núna Nú er bara að hafa gaman og survive 100% sammála Herri strákar, kíkjum á bettbildurinn frá Mækaranum Sesko er bara heitur, hann skorar Já, skorar vel eitthvað Eftir þessar nýjustu upplýsingar að þá væri ég til að fá að breyta bettónum mínum hérna ég ræði þá kannski við á persónulega eftir þátt en ég held bara Newcastle sé að fara að vinna leik ef að þetta er vörðinu Manchester United og Newcastle er búin að slakir í deildin undanfarið og það verður alltaf 2 spjöldi setna áleik ég veit ekki ég bara með sama stöður á nafli en kannski svona 300 betri seðil En hvernig er Newcastle að fara að vinna leik ef að Benjamin er að fara að skora? Þetta er svona 3-1
Nei, Benjamin ekki vanið því að skora nema að taka í 3 stig úr því, sko. Þetta fyrir svona 3-1, ég held að skori. Ástæðan fyrir, ég ákvað að taka markaskorara. Ástæðan fyrir tók ég markaskorara á Newcastle. Ég reynilega veit í hverju byrja. Ég veit í hverju byrja. En Sesko bara búin að vera heitur og hann bara, ef hann fær 1 bolt í bóksinu, hann bara búin að vera mjög góður. En ég eiginlega, Newcastle tapar aldrei þessu leik og ég eiginlega vissi mér í vinnan. Vegna þess að ef það vantar alla þessa varnamenn, þá Newcastle að vinna leik. Var Arsenal búin með deildina að vera með Benjamin fram í það? Já, þetta góða punktur. Benedikt Gröll að segja ekki að með vera hægt að segja að maður sé einhver leikari var til í aðra 100 € í skap, þetta er bara helviti grimmir þetta. Ég held að þetta var leikari snjalli, Benedikt Gröll. Skrellótti hana? Nei, það er betur. Æja, það eins og það er. Herðu, þetta er bækveldirinn, ég sé ekki hvað að klikka það. Nei, Jú, ég veit nákvæmlega hvað er að fara að klikka. Hvað er að klikka? Manchester United er að fara að vinna þennan leik. Á móti Newcastle útivelli? Já, af hverju ekki? Að því við bara höfum ekki getað raskat í síðustu 3 leikjum. Já, við erum samt að fyrir utan þetta Vestham og þetta, skilur. Já, við bara dómarinn gaf okkur síðasta leik. Vestham var ömurlegur leikur og Everton var ömurlegur leikur líka og vorum bara, við liðum á líginni. Við bara ekki getað í 3 leikjum. Herru, hvað er ég búin að sitja á? Já. Refreshing að hlusta United mann sem tala með hjartanu. En hvað er ég búin að sitja í þessu setti oft og útskýra fyrir ykkur að þegar úrslitin eru svona og þetta er að detta með þér, þá er svo stutt í skítin. Og hefur einhvern tíma klikkast okkur? Nei, aldrei. Þá segi ég allir skítur flýtur í velgengni. Síðustu 3 leikir á United áttu að kannski að taka 1-2 stig. Þeir tóku 7. Sem þýðir það bara, það er eitthvað að. Þeir eru bara að spila virkilega lítið síðustu 3 leikjum. Og þessi sitt í Arsenal framistæða, þeir eru ekki verið nálægt henni. En hún gæti verið á leiðinu núna. Hún er ekki á leiðinu, ég get lofaði því. Ekki með allir þessa varnamenn meita. Kelly, þú ert ekki, hérna... Og þegar er líka eitt viðbót, þegar Maguire og Martín er stett út, þá missur ekki bara 2 bestu varnamennina, heldur við missur einu gæin í liðinu sem eru með alvöru hjarta. Fyrir þetta Casemiro, sem var þreyttur í síðasta leik og nú er stuttamillir þessar 2 leikja. Bruno og Casemiro er satt með alvöru hjarta. Við talum fyrirlegan í liðinu. Mike verður að hætta að segja við og okkur United, það vita allir hann heldur með Tottenham. Já, það getur vel verið, ég skipta aftur yfir. Ég held alltaf með Tottenham Já, ég veit það. Ætli Casemiro getur heitt sig á morgun. Ég alltaf var með jafntefli í barátunum brauð af því ég vissi ekki af þessum, hann ég ætla að segja að við höngum á þessu. 1-1 og Sesko skorar. 1-3 Manchester United. Vá. Það er bara Bruno er að fara að skora, Sesko er að fara að skora og Kunni er að fara að skora. Hann er með nafninu með svona 5 veikustu United stundismönnum í Ísland. Það er líka búið að tala þessa vörðastíma. En sérðu fremstu 4 hjá United, Sesko, Kunja, Bruno og Mbúmu. Þeir ekki geta drölllega ekki mörgum. Góðbúndur. Mbúmu og hann Kuna ekkert geta í síðustu leikjum. Ég segi Newcastle 2-1, já. En við vorum að tala 5 veikustur ekki, hvað Nafli, Hötti, Hjöppi, Stjáni og Siggi Löga. Þetta var minn listi. Ég er alveg með nöfnir það bara menn þekki það ekki. Þetta er magnað. En naflin er klárlega þetta. Hvað tekur Mike veislustjórn? Gamlega góðu 900 kalli? Það er ekki eitthvað. Það er erfitt að fá Mike veislustjórn. Það er ekki 200 kall, bara 2 miljón. Já. Já, kannski 500 kall eða eitthvað. Þá fyrir við leikir sem vildu setja á 15 daginn stórleikin til að flesti sæju. Það er Tottenham Crystal Palace 2,4, 3,4, 3,13. Og meiri segja bónus til Karla, hún færði programmi sitt yfir á föstudaginn svo allir gætu séð þetta. Það var enginn að trufla. Það var reyndar ykkur að spila í Ólísdeildinni. HK Selfoss. Já, ég er að segja það. Við erum að fara á það. Það veit enginn. HK Selfoss. Það er úrslita leikurinn bara í Ólísdeildinni og komast í úrslitakeppni og bara hreinlega mögulega líka falli ekki. Strákar, Tottenham Crystal Palace, þetta er alveg leikur. Crystal Palace, væntanlega bara verða það ekki Kili, er þetta ekki bara búið spil fyrir Crystal Palace? Nei, alls ekki, en þarna ég meina Tottenham verða bara að vinna. Já, það er ekki stig kemur ekki eins og Nei, það er bara hann bara heyri verða að taka við þarna sko. En mér finnst Palace vera svona eftir bara að vera ömulegir þarna í lok árs, byrjun árs, lok síðasta árs og byrjun þessa árs og þeir svona aðeins að ná opnu sínum. Múnías er komin tilbaka, Sarri mættur aftur, mér Strand Larsen kom öflur inn í þetta. Ég held að vera bara erfitt, ég held að spá jafntefli hana. 1-1, já, 1-1, 2-2. Já. Hún er ekki bjartsitt fyrir hund okkar Tottenham manna. Nei, ég er það ekki, en það er búin að horfa á leikinu ykkur og þetta er ekki fallit. Nei, þetta er agalegt. Já, þetta er bara hræðilegt. Þetta var hræðilegt mútið Wolves. Nei, þeir eru bara með lélegt lið. Já, en málið er það. Þeir eru bara með lélega leik. Ég nenni ekki alltaf að vera í sömu tökunni. Það eru 12 eða 13 leikmenn sem eru mittir. Og af þeim eru kannski 8 byrjunarliðsmenn. Það er ekkert smá erfitt. Enda líka tapið öllum leikjum. Og Romero náttúrulega síðan sig. Er Romero komin úr banni? Nei. Nei, er hann í ykkur 9 leiki eða eitthvað? Nei, ekki 9. Hann verður ekki þessu leik. Er hann ekki heldur í þessu leik?
Býtu, fekk hann ekki rauða þegar ég var á vellinum síðast ég fekk mér bjór Það var eitthvað alveg Það er mánuð síðan, er hann ennþá í banni? Þetta er alltaf mótið Tottenham. Það er nú bara þannig. Þú segir 1-1, Mækari, þú ert bjartsýnn fyrir okkar hönd. Já, ég ætla samt alveg að vera sammála Kela með það að mér varst Crystal Palace, þeir voru mun beteldur Manchester United fram á rauðarspjaldinu fannst mér og við vorum bara í tómi vandræði með og þetta eru bara flotti knattspyrnumenn sem hann er að tella upp Everton, Kamada Já, og þeir eru með betra leið en Tottenham en það er ekkert undir hjá Crystal Palace í þessu leik og þann talar þess ekkert hjá Brentford og Bournemouth ég er ekki sammála því með fullt undir þar þeir eru að berast komast jafnvel í Evrópudeild það er ekkert undir hjá Crystal Palace, þeir falla aldrei þeir fara aldrei í Evrópkeppni ég bara þú veist, Crystal Palace er með betra leið en Tottenham í dag en þið eru það heimavelli og það er allt undir hjá okkur og ég ætla að segja merri þetta bara fyrir þig ef þið vinnið ekki þennan leik þá ætla ég aldrei að spáka sigur aftur Ok. og ég ætla að segja að þið vinnið þetta 2-1 2-1, takk fyrir það, Mækari. Nabli. Já, ég getur að fara í glaður á kvota eins og eins og þeir eru búin að vera að tala gríp svolítið orðið á þeim með að Crystal Palace erum með fínt lið og erum betra lið Tottenham betra lið að fara að vinna þennan leik og Crystal Palace vinnur 1 Það er svoleiðis. Já, það er ekki mér að kenna Þú er aldrei spá Tottenham sigri í þessu þætti. Jú, Það er alveg rosalust. þetta er alltaf samspór þið er alltaf að hafa allunni leikið veitur Já, ég er að segja það en það er ekki að ég er ekki að vera reyður út í mig þegar Crystal Palace vinnur leik þú er bara að beða mig um að segja hvernig en er þetta samt hjá mig þú er sem fleirsta Tottenham leikið á hverju þinni Bara alla. gæti þetta verið þannig að þú ert elda matinn og svona að hugsa eins og maður gerur oft sko, fyrstu 15-20 þú veist, konan aðeins lengur úti hún farið ræktina, skilurðu fyrstu 15-20, ég bara klára elda ég kem inn í þetta á 20. kveikir 17 myndir búnar, 0-2 Crystal Palace, er ekki bara þokka En við höfum séð þetta leikrið áður, sko. já, er það ekki alveg möguleik? Móti Fúlam. Á heimavelli, Tottenham heimavelli móti já, Fúlam. er það ekki alveg möguleik? Það er bara þú kveikir Við höfum séð þetta alveg. djúvill okkur kveikti ekki fyrr, 0-2 er þetta líklegt? Sko, ég segi það er eitt sem ég tók eftir samt í seinni hálfleika móti Fúlam. Það voru við aðeins beittari og þá komið maður inn með hjarta sem ég kalla The King Richarlison. Þannig að hann ekki að byrja Hann byrjar. Og það er bara allt annað sem kemur með honum. Hann fagnar að fara guldspjald, það er svona miklu meira hann bjargaði Everton falli á sínum tíma minni. Hvað er stuðlan hann að skora? Þau eru búin að tala svo mikið ég er alveg með Richarlison og heilun, ég er alveg sammála. Ef við erum eitthvað ykkur eldamennsku og Tottenham, þá held ég að væri bara best fyrir að hægelda naut það lund og bara horfi ekki á leikinu bara sita og horfi á opnirinn á leikinu 2.80 2.40 á Tottenham vinni 2.80 að Richarlison skori hvað er það saman? Það er náttúrulega bet builder það er náttúrulega eitthvað minna Nei, það er minna en það er samt herra heldur en annað Já, heldur en eitthvað annað Nei, heldur en eitt bara, stakt, sjáðu Já, það er rúglega samt bara 3 ég segi 3.20 gefið mér það Sjá, Richarlison Hvað er hann ekki þarna? Er Brósi eitthvað að gleyma Richarlison? Nei, hann er þarna Nú 4.75 Ég er að segja Ég hef reynda að fara mark frá einum leikmanni í þessu leik Já Xavi Simons Já, ég er búin að býja eftir því allt og lengi Málega það, Xavi Simons, nú þarf hann að fara að gera þessi í brók sko. Richarlison er að skora mörkin og ég held ef að Tottenham á innan leik þá er sammála hjá maður, hann þarf að eiga góðan leik Svo er líka alveg eitt í með Richarlison sem er alveg góða punktur hérna sko. Richarlison potar hann inn og heimta sæti á HM hann náttúrulega er núna bara, nú er síðast séns Nú er bara hann verður að fara að skora Nú hann verður bara að spila og skora Hann er kepp og Hendrik Hann þarf ekki að gera mörg til að halda kuna Ég er talað til að komast í hópin Sjá Pedro Sáuði sjá Pedro á móti Arsenal En svo er nefnilega þetta góða punktur Skora Brennan Johnson ekki alltaf Þetta er svo ekta Brennan Johnson 0-1 Crystal Palace Brennan Johnson Sögu líka En ég er að tala þetta sjá Pedro Sáuði hann á móti Arsenal Þetta er besta framistæða sem ég sé á framherja í ensku úrslitinu í vetur Hjá hverjum? Sjá Pedro Chelsea á móti Arsenal hann var stórkostlegur og hann er alltaf að fara að leiða línu á Brasilíu að því þú ert að tala um Richarlison Richarlison þarf að skora 2 í leik til að séns Það er bara til að komast í hópin Ég er bara til að komast í hópin En það er rétt, Brennan Johnson geti mætt eins og Daniel Morsell mætt að mæti Keflavík daginn og pakka eins saman nafli kynntist í í Skagan hvernig getur þú tapað í Skaganum í körfubolt Það var við töpum að því að voru 3 mittir það vantaði Remi Martin, Jaka Brodnik og Halldór Garðars þannig að það segir sér sjálft Jaka Brodnik, Remi Martin getur þú talið Remi Martin með það? Já, hann verður klára á móti Álftanes Keyptur ekki bara mjólksmjör útrunni? Það þarf svolítið að koma í ljós Já, þú veist að mjólkin útrunni en útlendinga hersveitin í Njarðvík í fallbaróttu
Hvernig virkar það að vera útlendingahersett rándýr og að vera í fallbarátt í körfubolt á Íslandi? Það er nú eiginlega öll lið með útlendingahersveit líka Ármann og ég er náttúrulega búið að spila einhvern basketballmanager hérna, búin að rótera Þetta er Njarðvík samt, þetta er Ármann og Ía ekki að vera líka því saman sko. Njarðvík á þetta ekki verið í fallbaráttu en þeir gætu líka, það er stutt í áttundasætið með hvernig Álftanes er að spila Það glæddi mann að horfa á annan landslið þar maður sá 3 Njarðvíkinga það var heldig Já, og 3 Álftanes líka svo Strákar. skilar ekki að tapa Ég ekki er að tala um uppáld En Karvan er á föstudaginn, eða ekki? Jú, það er föstudaginn Nú fer úrslitakeppnin að fara Já, að það byrja er bara 1. apríl, úrslitakeppnin En við erum líka með góða fréttir að hjammi.net hann verður áfram í allt sumar og hann verður HM ég held að og- vera svakalur í kringum HM Það og verður svakalegt Svoðalega samninga færið þú eða Samning, ég bara gera þetta fyrir ykkur Svo Það er eitthvað að gera á eru sunnudag. menn jafn vitlausir og ég sem mæta alltaf bara þegar hjá mér hringir og ég ég heldur myndi þetta ekki stóra stýtti með við hvort æsi hjá maður stýttist held í rauðakorti Það er næsti þáttur, er væntanlega þá hvað, í næstu viku, er það meistaradeild? Nei, hvenær er meistaradeild? Það er næsti þáttur á þriðjudaginn, það er frí helgina Það er frí helgina því miður, maður veit ekkert hvað maður Hvað þremilinn á maður að gera Ég er helgina að segja það Já, En strákar búið Sunnudagurinn er hræðilegur Já, strákar búið að gegja að vera með ykkur Mér langar að gera rétt eitt áður við förum og það er hérna örstutt ef við getum sett saman eitt hérna bæðileg skorasíðil bara, ég ætla að sjá hvernig Já, séu komdu sammála með stulana. Já, bæðileg skorastrákar Við förum í það sem ég held líklegast ekki, við skulum byrja á Bournemouth Brentford bæðileg skora já Við sammála því allan daginn Leeds Sunderland bæðileg skora já nei, ekkert endilega mér finnst þetta 1-0 hvora áttina típisku leikur Nei, hafði ég spáðið Förum í Fulham Vestam bæðileg skora já Söndel getur alveg skorað bæðileg skora já dæli skori já hana Aston Villa Chelsea bæðileg skora já Já, stóðlega skori í setni á leikum minni Förum í Newcastle Manchester United bæðileg skora já já og Tottenham Crystal Palace bæðileg skora já Já. Hvað erum við að fá þarna? Bara þessi 1849 ok Wow þetta er skemmtilega 1849, þessi er svolítið góður Já, Ég voru að þessi hugsa þetta á finnst mér góður Já, bestu frétti lífsmís að hafa ykkur með að HM segja Jón Skarp og Milan Inter á sunnudaginn Já, sjálfsögðu hann er góður, ég Það er tala góður leikin á leikur. Englandi á sunnudag Já, en ég bara segja að það er góð leikur Já, það eru Keilir heinasti málari landsins já ég myndi segja að vera einn aðeim Er það hann- bara málingabuksunum mínum svona Já. hreinasti Já, snirtilegur snirtilegur og kann sig sér það vanlega málingabuksunum að mönnum hversu bara svona mikið hreinleitir í gangi Þið þurfa að bóka Kela, bílnum. ringi það núna ánum vanda verkefni Já. Og En vantar getið honum þið verkefni. gert eitt í restina, getið þið henn? Nei, það er ekki komið, það er ekki finna första en Karvan Ég ætla að fá nafnland til að búa til eitt Já, ég held að Karvan komur ekki á 50 daginn já hún kemur alveg daginn fyrir Já, Þetta er magnað strákar Herru, hvað var hana? 76's, hvað er sett á? ekki verið að Ha? setja 3.38 San 76 Antonio, farið Já, bara beint á mínusun og spörs Spurs er búin Þarna að vera heitir 183, þetta er gjöfin ekki gjald Já. Setið 1000 eurur á þetta Gaman að vera með ykkur Nafli, Já, geggjaður Keli, geggjaður Takk. Mækari, geggjaður Áhörundur, geggjaður Takk kærlega fyrir okkur takk fyrir okkur